Komin sæl og blessuð og velkomin til þessa þáttar, já, þessa þáttar, það má segja þannig ekki. Þá maður sé orðin gamall og grá, þá má nú stundum að spyrja sig hvernig er betra að segja þetta. Ég nú að viðurkenna það að mér finnst svona frekar leiðilegt ef maður er að segja orðin svolítið vitlaust. Það kemur nú fyrir og bestu bæjum og líka fyrir mig, en mér leiðist það alltaf jafn mikið, þannig ég reyni nú að tala svolítið svona skýrt mál. Og hefur reyndar alltaf verið þannig, þannig að þú getur, bæði ég og þú og við öll getum æft okkur í alls konar. En við getum líka æft okkur í að tala flott og fallegt Guðs orð og ef við verðum þó að vilja það og við verðum þó að leita eftir því að fara þessa leið en það bætir okkur og kætir að gera það því að orð Guðs svo flott, það svo fallegt, það svo mikil fegurð í því að það eiginlega ekki hægt að horfa neitt framhjá því að hversu mjög það bætir mannlífið. Við kristnumennirnir erum sammála þessu, en við veitum að heimurinn ekki sammála þessu af því að þekkja það ekki. En af hverju eigum við eitthvað að vera að byggja okkar trú á því hvað heimurinn sem veit ekkert hvað við erum að tala að segja. Ég ætla nú rétt að vona það að menn séu nú svolítið dánir því, en hvað veit ég? Ég reyni allavega að vera ekki þeim megin línunar, heldur þeim megin sem að orð Guðs haft upp til skýjana. Þannig að maður getur valið þetta allt saman sjálfur og gert þetta allt saman sjálfur, en maður verður þó að fara inn á þessa leið. Og það nú til að mynda tilgangur með svona þætti að halda mönnum vakandi við þetta, því að það svo stutt leið frá því að fara veg Guðs yfir í einhvern annan veg. Það svo margt í gangi. Við fáum svo margar hugmyndir og svo framvegis og teljum okkur vera að bæta kirkjuna með því og ég ekkert að gera lítið úr því en við verðum samt alltaf að miða all verk okkar við það sem orð Guðs að segja. Við megum heldur ekki gleyma þeim sannleika sem Kristus sagði á krossinum, það fullkomna. Hefur eitthvað velt þessu fyrir okkur hvað liggur að baki þessum orðum fullkomna? Ég hef nú svolítið skoðað það. Og ég segi bara, það allt. Allt sem við þurfum að vita, það liggur í þessum orðum Krist fullkomna. Og hvað meira, jú, ég get lesið með þennan fullkomleika og frætt mig af þessu fullkomleika gegnum orðið. Með hjálp trúar minnar sem ég á í Kristi. Ég hef enga aðra leið en þessa. Þannig að hugdætturnar mínar, fallegar og göfugar og sprengja allan áhuga hjá mér fyrir Krist, segi ég, ekkert endilega kannski það sem að þarf. Það að segja, ef þetta styðst ekki við það sem orð Guðs að segja. Við höfum orð inn í þetta mjög skýrt og greinilegt orð sem segir hvað? Aftur til orðsins. Akkur aftur til orðsins. Að við vorum farin að leika okkur svolítið með eitthvað annað. Þá segir hann, leifur þess að ganga, hann þolinmóður og trúir því að menn bara vitkist eittur og þýr á bingo. En svo segir hann það að fólk ætlar ekki að vitka, þá kemur hann með þetta, aftur til orðsins. Já, og ég verð að fara að opna Biblíuna. Ég verð að fara að stúdera Biblíuna. Ég verð að fara að stúdera Gamla testamentið og Nýja testamentið og þá sé ég hvað það merkir að fara aftur til orðsins. Hvað merkir það? Ég fer að gera það sem Kristur sagði. Og hvað sagði það? Kannski ekki alveg það sem við erum stundum að gera, en að því við sjáum skekkjuna, þá getum við leiðrétt hana. Og þá erum við komin aftur til orðsins. Þannig að þið sjáið að þessu að orð Guðs
hlaðið meiningu sem Guð er með á jörðinni, handa briskleikanum mér, handa briskleikanum þér, af því að við erum breyst fólk. Og hvað gerir breyst fólk? Það dettur ýmislegt í hug, hleypur, þreytir sig og gefst upp og jafnvel hverfur af sviðinu. Af hverju? Það er ekki að gera þetta rétt. Það er ástæðan. Þannig að við sjáum að Guð hefur þetta allt í sinni hendi og hann segir því aftur til orðsins. Er þetta ekki magnað? Jú, þetta er mjög magnað. Og hvað meira, við erum í gjörgæslu hans. Þannig að við þurfum ekkert að óttast neitt. Hann veit sprettin okkar. Áhuginn bálast upp. Vá! Samt segir hann kannski á einhvern stað aftur til orðsins. Og hvað vil þetta segja mér og þér og okkur? Við erum bara í orðinu í dag. Og hvað? Við þurfum ekkert að fara aftur til orðsins, af því við fórum aldrei frá því. Er þetta ekki svona nokkuð skýr skilaboð? Það myndi ég nú telja. Okkur hefur verið að tala um þetta. Af því að það er full þörf á því. Í öllum þessum átökum sem eru í gangi. Full þörf á því. Það er í átökunum sem við eigum til að aðeins að sveigja af leið. Þegar við erum náttúrulega, við erum hérna kappsamt fólk, það vantar ekki. En ekki alltaf með réttum skilningi, því miður er það nú þannig. En við getum alveg fengið réttar skilning og við höfum leiðina að réttum skilningi sem er aftur til orðsins. Aftur til orðsins. Sem er þið besta mál. Já, ég segi það, ég veit ekki, þú kannski ekki sammála mér, ertu sammála mér þá um eitthvað? Ég veit það ekki. En þetta er það sem Drottinn er að tala til mín og þetta er það sem hann hefur kennt mér og sannfært mig að sé þið besta mál. Ég held mér bara við þennan steðja og reyni að gera þetta sjálfur. Ég hef aldrei tekið þátt í neinum þessum sveiflum sem eru stundum í gangi. Ég nenni því bara ekki lengur. Og bara hafði mig afsakaðan þar. Þannig að ég veit alveg orðið hvernig þetta virkar. Og ég veit alveg að dropinn holar steinin. Bang, bang, bang. Í rólegheitunum. Er það ekki annars? Er ekki dropinn í rólegheitunum að lemja á steininum? Og hvað gerist? Með tímanum? Löngum tíma kannski. Þegar þetta er eitthvað steinin er stór. Þá bang, klofnar hann. Þannig að þetta vinnur allt saman. En á þeim hraða sem að Guð setti hlutina á. En ég í mínum áhuga var að drífa í þessu. Fer af stað. Jú, já, gott að drífa í þessu og ekki vil ég gera lítið úr áhuganum. Hann er stórkostlegt verkfæri. En því miður þá er hann ekki alltaf með réttum formerkjum. Eins og Páll segir á einu stað, og aftur kem ég að því, þetta er allt í orði Guð. En þeir eru, ég sé að þeir eru kappsamir, en þeir eru það ekki með réttum skilningi. Er það ekki stundu þannig? Akkur ekki réttum skilningi? Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því tilmynda það er, sem er kannski algengast ástæðan, að við erum ekkert að skoða svo mikið orðið. Við erum ekki að lesa þetta sjálf og skilja þetta sjálf frá eigin sjónarhorni. Þegar ef Guð talar til mín, þá talar hann líka til þín, þegar ég og þú sem trúum erum leið fyllt heilugum anda, hann talar til heilags anda og heilagur andi útskýrir fyrir mér hvað Drottinn er að segja. Og hvað segir hann? Núna aftur til orðsins. Þannig að einhverjir hafa hlaupið fram úr sér, það er alveg greinilegt. En við að sjálfsögðu dæmum þetta ekki neitt og erum bara þakklátt fyrir það ef og þegar við höfum ekki hlaupið fram úr okkur. Þetta er ekki verið áfellast neitt, einn eða neitt, það er bara verið að segja það, krakkar mínir, komið í sæl og allt það.
farið þið aftur til orðsins. Haldið ykkur við orðið. Þetta er boðskapur sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðirnar, alveg frá því að það kom út fyrst, og ég held þetta sé í Gamla testamentinu, þetta er þá miklu eldra en Nýja testamentið, man ekki hvort þetta kemur fyrir þar, kannski, en það kemur fyrir allavega í Gamla testamentinu, þannig að menn eru búin að vita þennan sannleika mjög lengi. Akkur er þetta þarna? Eins og ég vorum að tala um á þann, ég og þú, við erum breyskleika vafið fólk og fólk sem finnst stundum ekkert ganga neitt sérstaklega vel, við verum að drífa þetta stað, kveikja eldinn. Og það er alltaf verið að kveikja ykkur elda og þeir loga og svo slagna þeir. Og svo eru ekki neitt að neinu. Þetta er dropinn sem holar steinin. Þetta vinnur bara í rólegheitunum. Ekki annað rétt. Ég er fyrir margt löngu búin að sjá það, já, að þetta er rétt. Hvað á ég að gera þá? Bara að setja 10 tár upp í loft. Finnst þér það rétt? Finnst þér það rétt af mér og þér að gera það? Þér finnst það ekki rétt því okkur ber að starfa. Það er nú málið. Við höfum þrótt í líkamannum, við drögum andan og við hugsum rökrétt stundum, oftast nær kannski, og við þurfum líka að starfa með höndunum okkar. Og það er að starfa í raun og veru með höndunum sínum með því að opna bókinu sem heitir Biblíun og lesa hana. Það er að starfa á sinn hátt með höndunum. Þannig að við höfum alla kennslu sem við þurfum að hafa gegnum orð Guðs, og ég veit að við viljum nota hana, það er bara engin spurning um það. En stundum hleypur okkur svo mikið kapp í kinn og við förum að horfa kringum okkur finnst ekkert ganga. Af hverju? Að við sjáum ekki dropan sem fellur þá ekkert gangi á ofan á steinin. Og hefur þú séð regndropa sem hefur búið til holu í stein? Já, ég reikna með því að þú hefur séð það. Ég hef séð það örugglega jafn oft og bara flestir aðrir. Án þess að maður hafi endilega gert sig grein fyrir því að þessi hola væri komin af regndropa sem kannski landi á þessum ágæta steini í kannski mörg ár. Hvað tók að Guð langan tíma frá því að þú heyrðir fyrst, eða það er að segja að þú getur áttaði á því, ég veit það ekki. Hvað tók að hann langan tíma frá því að þú heyrðir orð Guðs og þú fannst að það varð eftir. Það er dropinn. Þarna er þess að dropinn byrjar að hola stein. Bang, bang. Hvað tók að langan tíma frá því að þetta gerðist og þangað til þú viðurkenndi það, heyrðu það til Guð? Ég veit það ekki. En ég hef svo sem oft vitnað á það. Það tók mig 4 ár, við erum gaflararnir verið svo seinfattandi, það tekur allt svo langan tíma við okkur. En eftir 4 ár, þá kom þetta. Og ég að sjálfsögðu vissi ekkert hvað var í gangi. Ég vissi bara að núna þekkti ég Guð. Og hann þekkti mig, sem er rétt að svarið því að, já, ok, skiptir ekki máli. En þarna gerðist það. Dropinn holaði steinin. Þetta má segja manni það að boðunin er svo mikilvæg. Þannig að það er alveg rétt að vilja boða og mikil Guðs mildi að svo sé. Það höfum líka að gera það rétt. Við getum ekkert annað en boðað. Og við höfum bara að trúa því að Drottinn taki við og ég er sönnun þess að Drottinn tók við af boðuninni. Hvernig skýður nú þetta? Jú, eins og ég oft vitnað fyrir, margt löngu, maður og svo gamall maður. Að ég hef oft talað og ég hef ekki hitt hana strák eiginlega síðan þá og Guð blessi hann. Þessi ágæti vinur minn, þetta var svolítið djarft hjá honum. Þetta var aldrei gert hjá mér fyrr eða síðar. Hann kom til mín, það var til hann ágætis kunningsskapur. Vorum
Þetta byggum á sama stað og gegnt minni hurð var herbyggishurðin hans og hann kíkti stundum við hjá mér. Og var þá með þetta fallega yndislega litla brot, Nýja testamenti, í vasa sínum. Og ég held að hann hafi lesið í hvert einasta skipti sem hann kom til mín. Og svona kíkti allt annað við og ég, ok, ekkert að þessu og heyrði ekki neitt alltaf sem hann sagði. Ég bara, að þau hérna eldingar hafði fram í eyrunum mínum. Nema einu sinni. Þá var það eitthvað eftir. Það var fyrsti dropinn í þetta harða hjarta sem ég var með þá, sem þekkti ekki Guð. Og að þekkja Guð merkir raun og vera það, þú ert með hart hjarta. Og ég man alltaf eftir því, með þessu orði, sem voru tunguna, þú kannt það utan að 10 sinnum betur en ég, þannig ég þarf ekki að lesa það. Þarna sá ég bara sannleikan dreginn upp fyrir mér. Ég var náttúrulega búinn að lifa í 35-6 ár, þetta er. Og ég var búinn að sjá aftur og aftur hvernig menn gátu rifið hvorn annan niður með tungunni. Þetta hafði mikil áhrif á mig. Og svo náttúrulega bara fer kveður maðurinn og svo ekkert löngu seinna þá flytur hann og alla ég hafi séð hann síðan. Þess ég sagði á þá segi ég það aftur Guð blessi hann. En þetta var alltaf þarna eftir þetta. Þetta orð. Þessi orð. Og orðið segir sjálft að við frelsumstum á orðinu, en ég gerði mér ekkert grein fyrir neina af þessu fyrir löngu seinna. Útskýringin má alveg koma í róleg heitana því að þú ert bara á þessari leið. Það liggur ekkert á að fá útskýringur á eittir og bingo. En við viljum það. Bara allt klárt og hreint og flott og á bara eittir og bingo. Nei, þetta er opinn sem hólar steinin áfram. Eða sem sagt, þetta er vökunin og vöxturinn er af vökuninni, en fyrst þarf að hóla steinin, kljúan, til þess að koma því fyrir þar sem að drottin vill handa þér og hvað er það? Heilagur andi þetta og síðan öll kennslan í orði Guðs. Það kemur þá. Það nú sér að það að gera þetta byrjendaverk sem sagt, dropinn hólar steinin, svo klofnar hann, þá getur Guð fara að koma því fyrir þar sem að hann ætlaði þér og þannig verða menn frjálsir. Er þetta leyndardómur? Ég veit ekkert það, já, kannski líklega er þetta nú leyndardómur. En þetta er það sem ég hef séð út minni trú og göngu. Er ekki reynslan ágætis kennari? Já, þetta er nú. Þannig að við getum bara slakað á þannig séð, ekki slakað á, heldur við þurfum ekkert að fara í einhverjum gassagangi fram. Bara drífa þetta af, láta fólki vita, ætlar þú að segja mér það, að fólki hef aldrei heyrt þetta orð áður Jesú. Ég segi nú bara frekar, rétti sá upp hendi sem hefur aldrei heyrt þetta orð áður. Þannig að þessi þekkingi, hún gengur með okkur, en við erum ekki að toga hana til okkar, af því við höfum ekki andan sem vill toga þetta til okkar. Hvað heitir hann? Heilagur andi. En þetta er allt annað. Og þá ekki að gera og setja bara með og tærnar upp í loft. Já, þú mátt alveg gera það þú vilt það. En ég held þú endist ekki mjög lengi í því. Ekkert frekar en ég. Að sjálfsögðu þurfum við að starfa. Og við störfum. Við hvað? Ég get alveg sagt þér við hvað. Það sem drottinn hefur kallað okkur til að starfa við. Það störfum við. Og hann er stór Guð. Og ég er vitnisburður þar. Að frá því að ég gekk inn í kirkjuna árið 2000, en 99 eða 8, ég man ekki hvort það, allavega það var ekki gær. Þá get ég sagt þér það, að ég hef haft yfirrið nóg að gera. Það hefur ekki liðið svo dagur
að maður hafi ekki verið uppi rjáfur fullur af verkefnum. En þú kannski sér það ekki. En Guð sér það. Þannig að hann veit hvað ég er. Hann veit hvað hann ætlar mér og er harla stoltur af. Hvernig veit ég það? Trúi mín segir það. Þess vegna veit ég það. Þannig að við erum starfsamt fólk hver á sinn hátt. Það er ekki allir með sömu köllun, svo fyrir þetta það. Stundum er látið í það skína að allir séu bara með einu og sömu köllun, köllunina mína, köllunina konna. Hún er konna. Og honum er ætlað þetta hlutverk og hann rækir sitt hlutverk vel, já að sjálfsögðu, er samt ekkert betur en þú. Þú ert líka að rækja þína köllun vel. Þannig að við drögum auðvitað hvort annað upp. Við erum stundum mjög iðin við það. En stundum eru við kannski ekki alveg nógu góðu vinir sem er svona ljóður á ráði kristinna manna þegar vináttan einhvern veginn fer framhjá svona, já, hún næri ekki almennilega að grípa okkur. Við getum alveg lofað þér því og spurtu um leið, hvað gerir til að mynda samfélag gott? Ég lofa þér því að samfélag sem samanstendur af vináttu mann og kvenna, það er besta samfélagi sem þú getur átt. Vináttan. Hvað gera vinir? Þeir til að mynda gleðjast að því að sjá hvora aðra. Er það alltaf svoleiðis? Ég veit það ekki. En ég veit bara, stundum mætti þetta vera aðeins öðruvísi. Þess vegna erum við alltaf að laga til ýmislegt í kringum okkur, að þetta er svo fljótt að skekkjast aðeins. Það má eiginlega segja það, að náum við vináttunni upp, þá erum við aftur komnir til orðsins. Þetta er að við gefa okkur þessa vináttu. Því að það er svo mikið afl í vináttunni. Ekki tína niður einfaldleikunum. Og munum, dropinn er á hólasteini. Líka þegar þú ert ekki að gera neitt. Ég var að draga upp mynd af sjálfum mér. 4 ár. Og það var aldrei eftir þetta minnst einu orði þannig séð á orð Guðs við mig. Á þessu tíma reyndar er ég í samfélagi við trúaðan mann og hann náttúrulega setti á mig eitt og eitt orð og með fyrir alltaf var þetta bara góður vinur minn. Þannig að hann eiginlega leiddi mann nú til Krist, það verð ég nú kannski að segja. Og segi líka að blessuð sé minning hans. Hann er dáinn fyrir margt löngu. Og það er líka gott að hugsa til þess að maður veit alveg hvar hann er. Hvar er hann? Hann er þar sem hann trúði. Hann trúði á Jesú og núna er hann í hans faðmi. Og hvernig hljómar þetta í þín eyru? Það veit ég ekkert um. Ábyggilega finnst þetta mjög einkennilega sagt frá. Því heimurinn er endalaust í einhverju sorgarferli, grátandi, harmandi það sem var en er ekki lengur. En ég tel að við kristnir menn séu nú ekki svo mikið þar en þetta ef við missum kæran vin að þá náttúrulega syrgjum við mögulega. Það er reyndar mjög svona einstaklingsbundið. En öllu þetta þekkjum við aðeins sorgina, en að láta hana bara mara yfir sér og bara hvíla á sér er rangt. Þú ert leið með þessari aðgerð að sko þú ert ekkert að lifa þínu lífi undir afli sorgarinnar. Það segir sjálfu sjálf.
þarna kemur orðið til skjalana og hjálpar sem að blæsa þessu af þér. Já, blæsa þessu af þér. Til að geta komið því fyrir sem heitir líf. Þú ert lifandi manneskja. Mundu það. Hvað segiru við þessu? Er þetta ekki rétt af mér? Jú. Þú ert lifandi manneskja. Og hvað gerir lifandi manneskja? Hún lifir lífinu. Og hvað gerir lifandi trúið manneskja? Hún lifir lífinu með Jesú og með orði Guðs. Þannig er hennar líf. Og hvernig líst þér á þetta? Stöðug vinna í gangi. Dropinn, dropinn, dropinn. Endalaust. Að kljúfa steina og konnar og einarar og siggar og siggur að koma fram sem trúa fólk. Á þess að neitt hafi gert neitt meira. Jú, það var boðað, það er mikilvægt. Það er mjög merkilegt, boðunin er mjög merkileg. En svo tekur orðið við. Dropinn. 5 ár, 4 ár, þá ertu komið fram sem trúaður einstaklingur. Og sem þú missir náttúrulega fullt af við það er allt í lagi. Og ég bara blessu það fólk sem vill ekki þekkja okkur lengur. Annars það nú ekki mín saga. En ég veit menn sem eiga þessa sögu. Ég hef alltaf verið svolítið skrítinn, þú veist það. Og var bara skrítnari eftir að maður frelsaði þetta. Og mér er alveg sama. Ég var bara konni og fæddist í Hafnarfirði. Sjó talaði um. Það er gaman að vera til. Og mest gaman á öllu skemmtilegu að fá að tala orðið. En ekki rétt hjá mér. Fá að tala orðið. Verða sérréttindin meiri en þau að fá að tala orðið. Ég myndi segja það. Maður sem talar orðið og gera það með réttum hætti, það er engin hætt á því að hann fá til sín einhverja frá Guði sem segir aftur til orðstundar einhverja. Hann er bara í orðinu. Þannig að þú ræður heilmiklu um það hvar þú ert og hvernig er þetta að verka hjá þér. Og ég vil vera það. Það sem orðið bara er umleikismið. Hefur það verið það? Ég veit ekki, líklega ert þú ekki sammála því að það hafa nú verið það alltaf, en ég held að það hafa nú verið bara alltaf með mér. Í raun og veru hef ég aldrei viljað víkja neitt af þessari leið frá því að ég bara áttaði mig á því að væri til Guð og það væri til Jesús og ég væri frelstuð manneskja. Þá eiginlega hef ég aldrei viljað neitt fara af þessari leið. Og ég var reyndar lengi, ég harma það ekki, það var góðu tími. Sérst utan við þetta allt, sko, ég frelsaðist bara einn eins og ég er núna einn, allt í nú var ég komin til trúar. Ég fór ekki svo grárköttur að leita kirkju til og samfélag til að fara í. Nei, ég held bara áfram að vera konni, ekki gamli þá, bara eins og ég hef alltaf verið. Og svo fór þetta að leiðast í ýmsar áttir. Svo allt í einu opnaðist leið fyrir mig austur í Neskupstað og ég greip það. Og þá var ég trúið manneskja, bara heit trúið manneskja með engan efa það sem ég var komin inn í. Og ég elskaði að vera inn í þessu. Og ég vissi það að Drottinn var að senda mér. Ég var nú komin það langt í þessu. Ég fann að Drottinn var að senda mér þangað austur. Til hvers? Setja upp söfnuð? Nei. Heldur til þess að kenna mér leksíuna sína. Hann sagði mér sjálfur einu stað, það var fyrir austan, hann ráð, ég ætla að kenna þér sjálfur leksíuna, ég ætla ekki að leyfa öðrum að kenna það. Svo fer þú og kennir öðrum. Þetta er náttúrulega hrokin mesti, annan hroka hefur hún aldrei heil. En þetta er orð sem að Drottinn talaði beint til þessa manns. Sem sagt, hann talar beint til manna og kvenna og ég veit að þú hefur sömu sögu að segja, því að Guð lifir. Hann er lifandi, hann er raunverulegur, hann er orðið. Þannig að hann segir alltaf annars lagi aftur til orðsins. Þessu megum við ekki gleyma að hann tala. Af hverju? Hann hugsa
ferðina þína. Að hún sé eins og Drottinn sett hana fram. Aftur til orðs. Það vegurinn. Leiðsögn. Og við drögum upp þolinmæðina og í þolinmæðinni þá sjáum við ýmislegt sem óþolinmæðin er ómögulegt að sjá. Já, núna vitum við að dropinn holar steinin og það tekur tíma að hola stein. Mörg ára, ég veit ekki hvað mörg ára, það fer eftir sjálfsagt úr hvað efni steinin er. Það er ekki nokkur efni sem þessi steinar eru gerðir úr, ég held það. En þetta lætur allt undan og í staðinn fyrir, já, komið þarna op, það er fyllt af heilugum anda. Drottinn er kominn inn. Og núna getur hann farið að byrja það starf sem hann dó fyrir á krossi. Fylla þig með sinni trú, sínum heilaga anda og svo fellir hann yfir þig orðið. Í þeim mæli sem þú vilt í raun og veru taka við. En þetta þarf allt saman að gerast með skynsemi og hyggjuviti því að þú verður sem manneskja að hvíla þig. Drottinn segir þetta sjálfur af því að þetta er allt í orðinu sem við þurfum að vita. Hann segir á einu staði, ég held að sé Jóhannesar guðspjalli, að þá var hann búinn að tala alveg rosalega lengi og menn alveg svoleiðis orðnir uppgefnir og við vitum alveg hvernig það er ef við sitjum lengi undir ræðu, kannski klukkutímur saman. Þá erum við orðin ósköp þreytt. En þá segir Drottinn að því hann veit allt. Nú getið þeir ekki tekið við meiru að sinni. Hann sá að strákarnir og fólki í kringu sig, það var bara ekki fært að innbyrða meira orði. Hvað merkir þetta? Slakið nú aðeins á, hvílið ykkur og komið svo aftur á morgun. Það er það sem hann er að segja. Tími fyrir allt. Dropinn fellur á jörðina, já, segjum það. Hvað sem ég vildi af henni. Þannig að það hefur verið að vinna alveg fullt af verkum sem ég hef ekki hugmynd að sé verið að gera. Verk sem að Drottinn er með hér og hvar í kringum hann þess vegna. Ég veit ekki þau. En ég veit bara að ég geri það sem mér er ætlað og mér er það nóg. Það er ekki rétt? En auðvitað get ég alveg hvattir til þeirra köllunar sem þú ert kölluð til að sinna og þú hvetur mig á sama hátt. Þannig erum við fyrir hvort annað. Og Drottinn vill gera meira en þetta. Hann vill draga vináttuna yfir okkur. Því hann veit gildi vináttunar, veist þú það? Hefur þú áttaði á því? Hversu verði hún er? Samfélag sem byggt er upp á vináttu er gott samfélag. Ég held að við þetta ágæta kristna fólk höfum ekki lagt nógu mikla rækt við þennan sannleika. En sem betur fer, þetta nú alltaf verið til eins og ég segi það, þetta er allt til, bara að nota þetta. En ég segi það að vináttu má búa til og byggja upp í litlum samfélagshópum sem koma reglulega saman til að ræða orð Guðs. Til að ræða orð Guðs. Eins og einhver sagði einhvern tímann að þá var einhverjir kallar að koma saman að biðja. Og þeir byrja á því að tala illa alla söfniði kringu sig og svo fóru þeir að biðja. Það er nú ekki rétt að nálgunin á þessu. Þetta sagði þessi ágæti maður, ég veit ekki hvort það var að grínast eða hvað. En mér fannst þetta fyndið. Og ég held að sé nú stundum svo litið til í þessu. Að við komum ekki alltaf saman til þess að uppverfa. Vildu finna að. En svo höfum við að biðja. Og alltaf gott að biðja.
Það er líka gott að heyra svona til að læra af. Stundum það nefnilega aðeins að óminna okkur. Af hverju? Aftur kem ég að þessu leiðinda orði sem ég veit þú hatar. Veikleiki minn. Hann er þessu valdandi að þetta þarf alltaf að vera í gangi. Svo drögur hring utanum lykilatriðin sem eru þetta alltaf orð Guðs og inn í hringnum vinátta. Vinátta. Hún er mögnuð og það veistu, jafnvel og ég. Og með því að koma svona saman í litlum hópum, ekki of stórum. Þeir mega líka vera til innan veggja kirknanna og safnaðanna. Í litlum hópum er mikla líkur þess að menn tengist vináttuböndum. Og vinir í raun, hvað gera þeir? Þeir ræða hvað sem er inn í sínum hóp. Hvað sem er. Hvernig líður mér? Geta að fara að ræða það. Þeir vilja. En ef enginn kemur með neitt, þá náttúrulega er umræðuefni eitthvað afundið og vitlaust. En verður þetta að tjá sig til að sé hægt að gera eitthvað meira. En þannig byggjum við upp traust. Vináttan kemur af uppbyggðu trausti. Þannig aðferðirnar, uppskriftin er til að þessu öllu sem heitir gott samfélag. Og ég er eiginlega mjög þakkláttur fyrir það að það er verið að starta svona litlum hópum, kallahópum og kvennahópum og þetta er besta mál. Engum og sérilagi til að byggja upp þetta traust og þessa vináttu. Svo náttúrulega fyrir utan það að byggja sig upp í orði Guðs. Af vináttunni, það er miklu betra. Vináttan er stórkostlegt fyrirbrigði sem að bæði ég og þú í sjálfu sér viðurkennum. En eigum kannski í basli með að sinna og vinna að því við leiðum ekkert svo mikið hugan inn á þessa einföldu leiðir sem við eigum. Segir ekki einhvers staðar í orðinu, verið vinir. Ekki? Verið vinir. Akkur segir hann þetta? Að henni er að benda á mikilvægi vináttunum. Í vináttunni byggist upp þetta traust og menn fara að treysta hvorum öðrum. Og þá er engin ættandi vondið þess að menn komið saman til að biðja og byrjaði að rakka niður alla söfnuði og var að svo að biðja. Þú sér að það er ekki rétta leið. Það er alls konar í gangi. Ég vil ekki vera það. Trúðu mér með það. Þannig að við ráðum alveg heilmiklu það hvernig þetta er hjá okkur. Ég vil vera þar sem hlutirnir eru rétt gerðir og ég er nú svo heppinn maður að yfirleitt er það nú rétt gert þar sem ég hef verið. Þetta má finna að einhverju alltaf og það verður áfram þannig. En það eru oft atriði sem léttilega má laga þá. Og Drottinn er góður við okkur, hann sér bara það sjálfur ef við erum ekki fólk til þess að gera það, að laga það. Það hefur maður marg gott séð. En ég vil allavega vera þar sem að þetta er í góðu lagi og ég vil vera þar sem að orðið er rétt sett fram. Og það er nú í þessum kirkjum, ég fullyrði það. En ekki endilega það að menn sé að byggja upp þessi einföldu litlu atriði sem heitir vinátta. Er það ekki rétt hjá mér? Sem okkur líður svo vel inn í vináttunni. Við erum ekkert að byggja þetta endilega svo mikið upp. En það vantar svo mikið í þetta. Akkurju? Og enn kem ég að orðinu sem þú hatar. Veikleiki minn. Þetta er allt það. Allt það. Þannig að Drottinn er með gott efni handa okkur í dag til að móða úr og vinna með og svona skilja. En það er komið tíma á þetta
og Konráð kveður og verður því aftur á viku liðinni. Þið megið alveg biðja fyrir þessu.